bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. All that men would praise Him. All that men would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. All that man would praise Him. All that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. All that men would praise His name, to the ends of the earth. All that men would praise His name, to the ends of the earth. All that men would praise His name, to the ends of the earth. All that men would praise. And again I say, rejoice. All that men would praise His name, to the ends of the earth. All that men would praise His name, to the ends of the earth. All that men would praise His name, to the ends of the earth. All that men would praise. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Rejoice. Býð aðeins, ég þarf að ná andanum. Þetta eru allt of mörg orð í einu lagi til að syngja. En hvað gerir maður ekki fyrir lofgjörð? Það gott að lofa Guð, maður heyra amen. Það yndislegt að fá að koma saman hér í dag og lyfta upp hans nafni. Við komum saman hér alltaf á sunnudögum til þess að lofa Guð saman, hittast, vera í nærveru Guðs og bara gefa Guði dýrðina. Það er dásamlegt. En í dag ætlum við að gera slíkt sama. Við ætlum að heyra Kolla tala á eftir. Og þetta verður blessuð stund, maður heyra amen. Ég allavega komin hérna til að lyfta upp nafni Guðs og ég vona að þið séu það líka.
Já, við ætlum að biðja saman. Endilega biðja með mér að Guð gefa okkur eitthvað nýtt hér í dag. Hann starfi með sínum anda í dag og bara mæta okkur til anda, sálar og líkama, hvað sem þarf í líf þitt. Og þeir sem heima eru að horfa á okkur, velkomin á skjánum og endilega takið þátt. Heilagur Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestinni, ég þakka þér fyrir hver þú ert, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Ég þakka þér fyrir að ég fékk tækifæri til þess að vakna í morgun, til þess að gera betur, Drottinn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú ert minn Guð, þú ert minn Herra, þú ert minn húsbóndi. Gefðu okkur eitthvað nýtt í dag, eitthvað, Drottinn, sem að snertir okkur til anda, sálar og líkama, Drottinn. Ég bið þig, vertu með hér í dag. Í þínu heilaga undursamlega nafni, amen. Þú sigraðir gröf og allt sem bind
mitt á og hans upprisu trúa má. Ég mun sigur Jesús sjá, blóðsins sigur kraftinn fá. Amen, amen. Ég á líf því upp hann reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt syng því upp hann reis. Lá ég lífan í gröf, á mig lagst hafði synd og böl. Kallar náð hans nafnið mitt, mér nýtt líf hann gefur sitt. Amen, amen. Ég á líf því upp hann reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt syng því upp hann reis. Og því vil ég lifa, því upp hann reis. Og því ég frjáls. Ég veit hans hönd með líf og framtíð leiða mun. Amen, amen. Ég á líf því upp hann reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt syng. Amen, amen. Ég á líf því upp hann reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt syng því upp hann Vá, fyrirgefðu, afsakið, góðu vinnir. Halleluja, má ég heyra amen. Halleluja, hversu margir hér eru bara þakklátir fyrir það sem hann gerði á krossinum? Má ég heyra amen. Þetta ég bara hugsa það, veist, í þessu lagi, veist, þessi texti, hann minnir okkur á hvað Guð gerði á krossinum og þetta snýst allt krossin, vinnir. Þetta snýst allt verkið sem hann gerði á krossinum. Og við oft flækjum málin eða veist, búum til eitthvað sem kannski þarf ekki að vera. En þegar allt kemur til alls þá snýst þetta blóðdrottinn sem rann á Golgata krossi fyrir mig og þig, vinir. Og við erum hér í dag út af hans náð, engu öðru. Það ekki mér að þakka eða okkur að þakka, það algjörlega Guðs gjöf. Og mér langar bara til þess að við bara rísum á fætur og bara lyftum aðeins höndum okkar og bara þökkum honum fyrir það sem hann að gera. Vinir, hann að gera magna hluti í kirkju sinni. Það bara þannig. Drottinn, við lyftum upp nafni þínu. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, Jesús, að við erum stigin inn í nýja tíð. Drottinn, ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, Jesús, að þú ert, Drottinn, að færa kirkju þína úr stað. Harabashiak, frá því sem var inn í það sem hún á að vera að gera. Drottinn minn, ég bið Jesús bara að bara rífa af okkur þær fjaðrir sem þarf, Drottinn minn, til þess að við förum að fljúga aftur á ný mið, Drottinn.
að við séum ekki bara heyrendur, að við séum líka gjörendur. Og þegar andinn kallar, að við heyrum ekki bara heldur förum á eftir því sem hann segir. Og Drottinn, ég bið Jesús að gefa okkur hugrekki. Rétt eins og þú gafst Ísraelsmönnum þegar þú voru að stíga, Drottinn, inn í Kanansland. Drottinn, gef okkur hugrekki. Hugrekki að segja skili við það sem var, til þess að fara inn í það sem við eigum að vera að gera. Og Drottinn, ég tala, Drottinn, nýja tíð yfir fólki hérna. Drottinn, ég tala, Drottinn minn, þinn vilja. Og Drottinn, ég bara brýta fólki, ótta við fólk, ótta við það sem er eitthvað sem við skiljum ekki, Drottinn. Heldur, Drottinn, að við umvefjum það, Drottinn, sem að þú segir. Drottinn, og treystum þér og stígum út á vatnið. Má ég heyra með henn, stígum út á vatnið. Írabashikirabahaya. Og Drottinn, þetta er fyrsti dagurinn, Drottinn. Það er nýr dagur, Jesús. Það er nýr dagur og það er ný náð, Drottinn. Harabashia, halleluja. Og ég þakka þér fyrir það að þú ert að kveikja í kirkju þinni, í Jesú nafni. Já, eftir að tala hans fyrir fórninni, mér langar til þess að hvetja ykkur, við ætlum að taka saman samskot. Komið kannski bara eins fram, djáknar. Við ætlum að, og ég ætla bara að minna ykkur á, það eru pósaftans, það eru upplýsingar, upplýsingar hjá kirkjunni ef fólk vill millifara, en ég hvet fólk. Vitið það, hann á allt gullið og silfrið. Og við eigum að gefa, ekki bara fjármunum okkar, heldur okkur öllum. Vitið það er svo mikið leyndardómur í því, þegar við gefum, þá fáum við tilbaka, vinir. Og ég vil ekki að neitt fari varhlut af þessari blessun Guðs, út af því hún virkar. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég bið fyrir, Drottinn, fjármálum kirkjunar. Drottinn, fjármálum hvers og eins hérna inni, Drottinn, þegar við gefum í trú og trausti. Við gefum í trú og trausti því að við vitum að þú elskar og þú blessar glaðan gjafara. Gerðu okkur, Drottinn, þannig að við gefum með gleði, ekki bara fjármun okkar, heldur líka tím okkar, af ást okkar, af umhyggju okkar, að fólk mætti sjá að við erum sannir lærisveinar þínir. Í Jesú heila nafni og allir liðinu sagði.
Jesús, enginn sem Endilega standið á fætur og lofið Guð með okkur þessu. Þetta er gamalt lag, við þekkjum þetta öll. Endilega. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we sing, how great is our God? Age to age, He stands.
langar til þess að við bara syngjum aftur. Syngjum þetta nokkur sem yfir, bara lofum Guð. Lyftum upp höndum okkar og bara gerum hann dýrlegan í okkar lífi í dag. Leifum honum að setjast í hásæt okkar. Látum, eins og við segjum, fífli fara. Leifum bara egón að fara og bara lyftum upp nafni Jesú hér í dag. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we sing, how great is our God? You're the name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names, worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we sing, how great is our God? Amen, halleluja. Ég var að hugsa það þegar við vorum að syngja þetta lag í lofgjöf frammi fyrir Guði, hvernig þegar við lyftum honum upp, hann búinn að lofa að hann mun draga alla menn til sín. Og vitið það, kirkjan svolítið búin að misskilja lofgjörð. Lofgjörð ekki bara hálftíma á sunnudögum. Vinir, og ég ætla að segja þetta aftur, lofgjörð ekki bara einhver hálftími, klukkutíma á sunnudögum. Líf okkar á að vera lofgjörð. Og það gerist þannig að við rötum í alls konar raunir en hann alltaf á hásætinu. Við lyftum honum upp í öllum kringumstæðum. Það bara þannig. Og því meira sem við gerum þetta, því meira deyjum við af okkur sjálfi. Og því meira vex hann í okkur. Og það það sem að fólk mun sjá. Þegar við erum fann að deyja og hann fann að ríkja í líf okkar. Og það fer ekkert á milli málavinir, þá mun hann draga fólk til sín. Við þurfum minna af kirkju sem byggð á einhverju fólki og einhverjum ismum hjá okkur sem okkur finnst við hæfi. Við þurfum meira Jesú. Og vitið það, þetta tími í dag, og ég ætla bara að segja það, þetta tími þess sem að kirkjan, hún að taka nýja afstöðu. Hún að setja ekki fætur sínar, hún að setja rætur sínar dýpra. Út af við erum að fara gangin í tímabil sem bæði frábært en líka krefjandi vinir. Og þá skiptir máli að þegar vindurinn fer að blása að ræturinn séu í jörðinni. Má ég heyra amen. Og það vindurinn mun blása, það bara þannig. Rísum á fætur og biðjum saman. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir náð þín og miskun og trúfesti. Ég þakka þér fyrir það að þú ert að gera nýjan hlut, Drottinn. Ég biði Drottinn að bara brenna það burt sem tré, hey og hálmur.
Og drottin, ég bið Jesús á sama tíma, viltu setja gullið í gegnum reynsluna, drottin, að það komi upp úr gullinni óhreinindin, þannig það sé hægt að taka það burt, drottin, hreinsa, helga, drottin. Og ég bið Jesús bara að á hverjum einasta degi að við mætum hafa þetta hjarta sem að leitar eftir hjarta þínu, drottin, að það sé ekkert í þessum heimi sem að togar eins og hjarta þitt, drottin, að við mætum, drottin, taka nýja ákvörðun á hverjum einasta degi að setja rætur okkar dýpra. Og drottin, ég bið fyrir kirkju þinni, ég bið fyrir Smárakirkju, ég bið fyrir öllum kirkjum á Íslandi. Mættu það rísa upp, halleluja, í þínum styrkleika. Drottin, segja skil við það sem var til þess að fara inn í það sem að þú ert að gera, drottin. Og gefðu okkur hugrekki að heyra bæði röddu þína og gera það sem að þú biður okkur að gera hverju sinni. Og drottin, ég bið hugrekki, ég bið nýtt hugarfar. Og drottin minn, halleluja, þannig að við fáum að vita hver vilji þinn, hið góða, fagra og fullkomna. Í Jesú heila nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Við ætlum að fá kolla til þess að predika hérna í dag. Í Jesú nafni. Amen. Hvernig hafið þið það? Amen, tísi Guði. Húra basæja. Ég svona, veit ekki alveg hvað ég var að gera, sko. Halleluja. Það bara þannig, andi, sko. Heyrðu, við kannski sparkum borðum eða gera eitthvað svoleiði, sko. Vá. Þegar ég var þarna í sætinu, sko, þá kom þessi spámali andi yfir mig og ég fékk til mín spádóm og þess vegna öskraði ég alveg bara, ég bara misti mig alveg, fyrirgefið þið samt, ef ykkur brá. Halleluja. Dísi Guði. Málið það að við erum á umbrota tímum og við erum á þessum tímum þar sem að Guð að skipta gír. Og við erum á þessum tímum þar sem að Guð ætlar að hrista allt það sem hrist verður. Amen. Og við erum á þessum tímum þar sem að Guð að koma inn. Það settu tími Guðs. Þegar Jesú Kristur fæddist hér fyrir 2000 árum, þá var búið að bíða eftir þessu fyrirheiti í 4000 ár og Abraham kom upp og hann fékk fyrirheiti að vera faðir margra þjóða. Og hann fékk fyrirheiti að það kæmi heila sæði frá honum. Og Abraham, Ísak og Jakob, þeir komu og þess að segja þeir gyðingarnir, ég bið Guð sem faðir Abrahams, Ísak og Jakobs. Og frá þeim komu gyðingarnir og þeir komu með orð Guðs og þeir komu með heilaga sæði og það uppfylltist fyrir 2000 árum og það var engin maður sem gat stoppað að þetta sæði kom. Þegar Jesú fæðist og hann kemur sem maður, hann kemur inn með ákveðin tilgang til að deyja á krossinum, halleluja, og rísa upp frá dauðum og leysa, halleluja, okkur frá dauðunum og leysa okkur undan syndinni og leysa okkur inn í ríki Guðs, halleluja, hann var frumgróðinn. Og það var ekkert sem að stöðva það. En Guð segir í dag, nú tími fyrir nýtt, ég að koma tilbaka, halleluja, ég að koma tilbaka og nú tími til að ná sér í olíu. Nú tími til þess að vera alvöru kristinn. Nú tími til þess að sjá að ég ætla að gefa ykkur í síðari regn. Og í síðari regn eitthvað sem hefur aldrei komið áður. Það hefur aldrei komið áður. Og þið hafa ekki hugmynd og ég ekki heldur hvernig það mun líta út. Ég ætla bara að vera opinn fyrir því, drottinn. Ég ætla bara að taka móti í öllu sem þú hefur fyrir mig í dag. Vá. Og það það sem Og hann ætlar að snerta unga fólkið til þess að gera óvenjulega hluti. Amen. Hann fylgist þið með unga fólkinu og styðjið við unga fólkið, þið sem eru orðin eldri og hvetjið þið áfram vegna þess að Guð ætlar að nota unga fólkið. Amen. Dísi Guði, við þráum innst inni vakningu og það allir innst inni að biðja vakningu og það allir innst inni frelsaðir og ófrelsaðir að biðja nærveru Guðs. Út af hverju? Að því við erum sköpuð fyrir það. Guð skapa okkur, þú ert ekki að fungera rétt nema þú sért í nærveru Guðs.
Og við erum sköpuð fyrir eilíðina. Þetta hér bara, við erum bara í heimsókn. Eru þið búin að átta ykkur á því? Við eigum ekki heima hérna. Inga, við erum að fara inn í eilíðina. Já. Amen. En þegar vakning kemur, þá skiptir máli hvað situr eftir. Og til þess að vakning eigi sér stað, þá þurfum við byltingu. Þá þarf að gerast eitthvað róttækt. Amen. Dísi Guði. Og það byrjar á því að við fáum opinberun á honum. Við fáum opinberun á honum. Hvað hann stór. Halleluja. Og ef að þú ert á slæmum stað, þá hefur ekki séð hann. Það að segja, ef þú ert á slæmum stað, andlega talað, ég ekki að tala hún sé í þrengingu eða eitthvað svoleiðis, heldur bara á slæmum stað andlega og þá hefur ekki séð hann. Þú þekkir hann ekki. Amen. Dísi Guði. Nú tími til þess að gera byltingu. Halleluja. Eitthvað róttækt. Og áður en Jesú kemur tilbaka, þá endurreisir hann allt sem frumkirkjan hafiði, en bara meira til. Amen. Það verður helgun, það verður aðskilnaður, það verður fimmfalda þjónustan. Amen. En það verður nýr vínbelgur. Það að segja þetta gamla trúræknismunstur spörkuði út. Halleluja, það þarf að deyja. Og ég ætla að fara í Mattheus 3:11 að því ég að tala eldheila sanda, ef þið hafið mistað því. Ég skýr ykkur með vatni til þess að þið takið sinnaskiptum. Þetta Jóhannes skýrari sem að tala. En sá sem kemur eftir mig mér máttugri og ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra ykkur með heilögum andi og eldi. Það ekki bara heilagur andi, það eldur. Og eldurinn krefjandi, það skiptir allt form þegar eldurinn snertir okkur. Þá brennur það sem að drasl og hism og það hverfur og verður ösku. Eftir situr gull, silfur og dýri steinar. Amen. Og svo heldur hann áfram. Hann, þar að segja Jesú Kristur, með varpskófluna í hendi sér og mun gjörhreinsa lága sinn og safna hveiti sínu í hlöðu, en hismi mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Og nú unga fólki að beða mig túlkun á þessu. Og ég ætla að gera það. Að ég veit það. Ég veit hvernig unga fólki Ég elska það. Þau segja, hvað þýðir þetta? Ég elska það. Og þá hann að tala að hann ætlar að gjörhreinsa lágan eða þreskigólfið. Og þreskigólfið var flötu sem gat verið inni eða úti og hann var sléttur. Vegna þess að það komið menn með uppskeruna, með hveitið, með kornin inn, sett á gólfið, röðið á gólfið og svo var bara tróðið ofan á því. Stundum voru dýrlátin tróðið ofan á þessu. Og kramið. Og þá, hvað gerðist þá? Þá var það hveitikornið sem kom út úr hýðinu, hisminu, og aðskildist frá því. Og svo kom eitthvað með skófluna, sérstakt áall til að lyfta þessu upp þegar það var búið að merja þetta, og þá var látið vindur blása á þetta. Og þegar það kom upp, þá kom vindurinn og blés þessu létta hismi, einskis fyrir það, og það aðskildist frá hveitinu. Þannig gerðu þeir þetta. Og akkur segir hann þetta við okkur í dag. Viltu fá eldinn? Viltu fá eldinn, þá ert að fara í gegnum mulningsvélina. Halleluja. Það ert að bara vera í loftinu bara og láta vinda heila sanda blása þig til að blása burtu draslinu. Og þú veist stundum ekki hvað í gangi í Guðsríkinu. Akkur allir svona vondi við mig. Guð að blása þig. Halleluja. Halleluja. Ríkasrabæja, vindar heila sanda, þeir undirbúa brúðina með ekki bara nærveru sinni, heldur líka með þrengingu og með því að kremja hana. Þetta hljóma mjög vel. Halleluja. Og það sem sagt
bæði dýrð og það líka þrenging. Halleluja. Svo eitt sagði þegar var ráðist á hann og honum var eitthvað lasmælt af djöfladýrkanda. Já, komdu með það meira. Þetta bara dýrð sem að fylgir. Þið fá ofsóknir. Ljóðulegum 4. kafli í 16. versi. Vaknar norðanvindur, kom sunnan blær, anda á garð minn, svo ilmur hans berist. Elsku minn, kondi í garð þinn og njóttu dýrustu ávaxta hans. Í 4. kaflanum, ljóðan 4:16, þá brúðurinn komið ávist anda hans og hún búin að fá svo mikið frá Guði. Hann búin að vera 4 kafla bara dæli í hana og blessa hana. Og svo segi, en hún tilbúin að taka á móti norðanvindinum, kuldunum, auðmýktinni. Halleluja, dauðanum sem kemur norðanvindinum, vetrinum. Og hún líka tilbúin að taka á móti sunnanvindi sem heitur vindur. Ég í ljóðljóðanum 4:16. Þetta vers passar ekki. Ég var að lesa þetta vers 4:16. Halleluja. Einhver stjórn á þessu að naftaðist? Já, ok, það fyrir. Ok, þetta til að halda athygli ykkar. Ok, halleluja. Þannig að hún kallar á norðanvindinn því hún veit að það þarf eitthvað að deyja í henni. Halleluja. Og hún kallar á þess að vinda, heilags anda til þess að það blásum garðinn. Það sem á ekki að vera, það þarf að fara í burtu. Og halleluja. Og það sem að þið góða, ávistir andans, að það þarf að fara út og dreifast út góðilmur til annara. Amen. Þannig að eldurinn, hann kemur með aðskilnað. Eldurinn, hann ekki með neina málamiðlun. Það þýðir ekki að segja við eldinn, ekki brenna þetta svo fallegt. Það þýðir ekki. Það engin málamiðlun. Hann sundrar holdlegu og andlegu. Hann skiptir þessu holdlega og andlega niður. Amen. Og hann hreinsa burt þessa trúrækni. Við þurfum eldinn til að hreinsa burt trúræknina. Þannig að trúrækni kemur með leiða. Og við viljum ekki vera leið. Leiðindi. Við viljum vera bara fulla gleði og fögnuði. Amen. Og heilagur andi og eldur Guðs gefur traust á Guð. Hann tekur burt þitt sjálfstæði. Ertu tilbúin að gefa sjálfstæðis yfirlýsinguna þinn yfir? Bara burtu með hana. En hann gefur þið traust á Guð. Hann gefur þið traust á Guð. Og þannig þessa elsku. Hann leysir okkur frá þessum holdlegu vilja, frá þessari kristnesku. Og gefur okkur undirgefni. Og gerur okkur hlut á hóp. Við erum tilbúin til að vera einn á hópnum. Sumir eru þannig að þeir þurfa alltaf að vera í kirkjunni að þjóna. Þeir geta ekki verið bara einn á hópnum. Og ég hef séð, þegar ég sé svo leiðist þá sé ég, ok, þarna vantar eitthvað upp á. En ég elska bara að vera einn á hópnum. Það svo dýrmætt að geta verið einn á hópnum. Halleluja. Og eldurinn hann eyðir einangrun. Og hann tekur í burtu þetta, ég ætla bara að vera, þú veist, aðskilin svona eitt, skilur. Þú vilt vera með í eldinum í hópnum. Í tjaldbúðinni, ég að fara í tjaldbúðina á miðvikudaginn. Í tjaldbúðinni þá var í hinu heilaga bænaraltari. Eða það var kallað reykilsaltari, en það bænaraltari fyrir okkur í dag. Og á það var útbúið sérstakt reykelsi sem var búið til úr 5 efnum sem mynd af Jesú nafni. Og til að búa það til, þá var þetta blandað eftir ákveðnu formúlu og svo var það mulið mélinu smærra. Og síðan, þegar það var búið að setja það á altarið, þá gat eldurinn komið og eldurinn kom frá Guði og hann gat kveikt í þessu og það kom góðilmur upp.
Viltu vera góðilmur? Viltu vera full af eldi? Þá þarf þetta að vera mulin niður mélinu smarra. Það er að segja, þitt hold, þinn vilji, bara, skilurðu? Þetta hljómar ekkit rosalega vel, en þetta er upprisu kraftur í þessu. Og það er til þess að fá eldinn, þá þarf þetta að deyja. Halleluja. Og síðan þegar prestarnir, sem sagt þegar reykurinn var búinn að fylla helgidóminn, þá voru það prestarnir sem að táruðust vegna þess að reykurinn kom upp. Og þegar þeir fóru út frá helgidómnum, þá fylgdi góðilmurinn með þeim, hversu þeim fóru. Og þetta þrái Drottinn að gefa okkur, andlega talað. Dísi Guði, þannig að þetta er spennandi hvað Guð er að gera. Hvar stöndum við í tímanum? Klukkan er að vera 12, andlega talað, á miðnætti. Hvað gerist á miðnætti? Þá kemur hróp, sjá brúðguminn er að koma. Meyjarnar 10 í Mattheus 25. Sjá, brúðguminn er að koma. Þá eru blásið í lúður og þeir sem eru tilbúnir, þeir fara í burtumlinguna. Amen. En það voru ekki alla meyjarnar klárar þessar 10. Það voru 5 sem voru vísar og þær voru með olíu, auka. En hinnar ekki. Og síðan þegar báðum olíu frá hinum, þá gátu þær ekki fengið olíu frá hinum. Og við þurfum að eiga þessa miðnætur olíu. Amen. Og nú er tíminn til þess að fá sér olíu. Nú er þessi tími. Síðan þegar þær voru búin að fara og svo koma þær aftur, þá voru dyrnar lokaðar. Og hann sagði við þær, betur ég þekki ykkur ekki. Þetta snýst olían snýst að þekkja hann, vera í nærveru hans, að leyfa honum að vinna í sér. Ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Amen. Þannig að til þess að slökkna ekki á lömpunum og við séum tilbúin að taka á móti brúðgómunum, þá þurfum við að kaupa olíu. Við þurfum að fara andlega til Getsemani. Getsemani þýðir olíupressa. Þar kemur olían. Hvað var Jesú að gera þegar áður en hann fór upp á krossinn? Hann fór inn í Getsemani. Hvað gerði hann? Það var svolítið sérstakt. Hann bað og svo bað hann aftur og svo bað hann aftur í þriðaskiptið. Hann fór á milli til lærisveinanna og sagði vakið og biðið með mér. Og þeir sofnuðu alltaf og svo klárir. Þannig að þeir fengu heilagan anda á eldin. Halleluja. Þannig að þetta er svolítið magnað að Jesú gerði þetta 3 sinnum. Vegna þess, þessi ljós hérna er alveg, maður heldur að heilagur andi sig bara starfa, sko. En, já, en, greinilega eitthvað. Halleluja. En þegar menn á dögum Jesú voru að taka olíuna, þá tóku þeir á haustin, september, þá tóku þeir olífuberin af trjánum og þeir tóku þessi ber og þeir settu það og krömdu það. Og það var kramið fyrst, svo sett í körfur og í körfunum var þetta pressað. Safinn var pressaður úr eða olían var pressuð úr. Og það var gert 3 svar. Fyrsta olían var best. Og hún var helgu Guði og hún fór inn í musterið í þjónustuna. Og síðan kom olía aftur og síðan kom 3. olían. Það kom 3 svar. Þannig að Jesú var í raun og veru bara að uppfylla þetta, hvernig þú fær olíuna. Þannig að þetta er ekkert svona, hvað maður að segja, eitthvað tilviljun hann gerði þetta. Þetta var með tilgang. Og hann var þarna í, örvæntingu. Það var búið að leggja á hann syndir heimsins og hann var að fara í gegnum erfiða raun. Fara í gegnum krossin. Og hann er þarna að biðja og hann er svona með blóð og svita
og þá ertu á virkilega kramin, sko. Skiljiði mig. Og ef að við förum í gegnum þessa pressu heilags anda og ef að við förum í gegnum þessa bænaneið, ef að við bara pressum í gegn, halleluja, að pressa heilags anda gefur okkur tár, gefur okkur auðmýkt og gefur okkur auðundirgefni. Og þessar þrengingar sem að við förum í gegnum og þessi pressa, hún þroskar okkur og hjálpa okkur að vaxa í Guði. Það er bara spurning hversu vel við kunnum að þjást. Það er að segja, þegar þú ferð í gegnum þrengingu eða í gegnum svona pressu, þá er það spurning hvort að þú verði bitur, reiður eða með ásökun. Það er honum með henni að kenna eða þessum kringumstæðum eða eitthvað annað. Þetta er spurning hvað þú gerir. Og þegar Guð talar, þá talar hann oft eitthvað yfir þig, eitthvað sem á að verða, eitthvað draum eða spádóm eða eitthvað annað. En hann segir ekki olíupressuna sem þú þarft að vera í gegnum til að eignast þetta. Sem betur fer. Jósef fekk drauma upphefðaða drauma. En hann var ekki sagt frá því að hann yrði seldur í þröldum og svo í fangelsi áður en hann yrði upphafinn og draumurinn myndi rætast. Þannig að andleg sár okkar geta fjötrað okkur eða þau geta verið gluggi inn í framtíðina sem Guð ætlar okkur. Þannig að þegar þú fer næst í gegnum eitthvað og eitthvað verður leiðilegu við þig, Drottinn, hvað er þetta að sýna mér? Halleluja! Gefðu mér ná til þess að taka móti olíunni í þessu, sko. Halleluja. Svo segir í ljóðaljóðunum 8. kafla og 7. vers, settu mig sem innsigli á hjarta þitt, sem eins og innsigli á arm þinn. Því ástin er sterk eins og dauðin og ástríðan vægðarlaus sem hel. Hún er brennandi bál, skílóandi eldur eða logi drottins. Drottin er bara eingöngu kærleikur. Hann er svo mikið kærleikur. Og eins og eitt sem að upplifði það, sem ég var að hlusta bara daginn, hann fór upp til himna og hann var að spyrja hann, hvernig er himnaríki? Það er bara gegnsósaða kærleika. Þú ert yfir elskaður, sko. Það er svo mikið. Þannig að feskur eldur heilags anda, hann kveikir ástríðu, hann kveikir þessa elsku. Amen. Þannig að við þurfum eldinn til að elska Guð. Og hvernig elskar Guð okkur? Guð elskar okkur með sama kærleika og hann elskar Jesú Krist, soninn. Það er bara steikt, sko. Að hann elskar okkur jafn mikið. Og hann hvetur okkur til að elska Jesú jafn mikið og faðirinn elskar hann. En við getum það ekki nema fyrir náð. Við getum það ekki nema við förum undir smurningu heilags anda. Förum inn í eldinn. Amen. Það er það sem kveikir þetta. Dísi Guði. Halleluja. Vá, þetta er svo ótrúlegt hvað Guð er góður. Þannig að heilagur andi er lifandi eldur. Og hann getur ekki verið í sama farinu. Og hann leysir okkur frá þessari sjálfsvorkunn. Vá, hvað við þurfum að losna undan því. Aumingja ég. Þetta er alltaf eitthvað. Ég er svo mikið fórnarlamb. Halló. Talaðu. Þú ert að tala við Jesú áður hann fór upp á krossinn. Hann var saklaus. Halleluja. En það er ekki hægt að stjórna eða beisla eldinn. Ef þú reynir það, þá deyr hann. Það er ekki hægt. Og óvinnurinn, hann vill bara halda okkur í sama farinu. Hann vill setja okkur fjötra og hann vill setja okkur í box og hérna. Þannig að boxið er raun og veru þessi þægindamörk líka. Og við viljum ekki fara út fyrir þau. Og hann veit það í raun og veru, ef við förum út fyrir þessi þægindamörk, að þá munum við aldrei fara inn í boxið aftur. Þá gerist eitthvað.
Og þessi kynslóð, það sem hún þráir, nærvera Guðs. Hún veit ekki að því. Hún er bara endalaust að sóna eftir ykkur. Ég vil vera hamingjusamur. Ég vil fá gleði. Það bara nærvera Guðs sem gefur það. Halleluja. Vegna þess að við erum sköpuð fyrir það. Amen. Þannig að þrenging endatímana, hún kallar fram örvæntingu. Eftir hinu raunverulega. Nærveru Guðs og kallar eftir Guðs ríkinu. Og það sem að engin örvænting þar verður ekki nærvera Guðs. Við þurfum örvæntingu. Það verður engin vöxtur, það verður engin ávöxtur heldur. Og ég ekki að tala bara gæsahúð eða eitthvað svona blessun, við fáum það alltaf reglulega, sko. Ég að tala kraft sem að umsnýr okkur og leysir okkur. Sem að slæra okkur í móla. Og bara gerir okkur bara að dufti. Amen. Ég að tala það. Örvæntingin kemur þegar okkur líður óbærilega vegna þess að okkur vantar nærveru Guðs. Og það verður svona, og líka þegar það eru svona vonbrigði. Við bara, ok, ég er búin að ganga með Guði og ég bara, það er ekki að ganga upp núna og að því það hefur ekki verið rétt formúla eða rétt viðhorf. Og þegar þá kemur þetta hungur. Ég þarf nærveru Guðs. Halleluja. Þá kemur þetta hungur eftir Guði. Og það gerir það verkum að við þorum að yfirstíga óttann og stíga út fyrir þægindaboxið. Amen. Og við þorum jafnvel að vera okkur til skammar. Halleluja. Og missa okkar virðingu. Ég nú bara virðulegur. Skilurðu, að bara taka skref. Halleluja. Alveg eins og þegar Elísa sagði við konuna í annarri konungabók 4. kafla, komdu með öll tómukerin, olían byrjaði að flæða. Öll tómukerin fylltust og þegar það var ekki neitt ker eftir, þá hætti olían að flæða. Ef að við erum nógu hungruð ker, þá flæðir olía heila sanda. Amen. Þannig að Drottinn, hann elskar að koma með olíu sína og fylla á kerin. Halleluja. Dísi Guði. Andi Guðs, hann vil leiða okkur á nýjan stað í dag. Hann vil leiða okkur út í eyðimörkina. Hann vil leiða okkur út fyrir þar sem að við erum að leita Guðs inn í bænina, þar sem að við tökum okkur frá. Hann vil leiða okkur þar sem að ekki þessi truflun. Það sem ekki þetta sem sagt, já, bara trufla okkur, hitt og þetta. Og það staður bænarinnar, það opinberun í orðinu. Og við sjáum hvernig Jóhannes skýrari kemur út úr eyðimörkinni eftir 18 ár sem eldpredikari. Hann fekk bara 18 mánuði í þjónustu og það var nóg. Skilurðu? Þetta snýst ekki þjónustuna, þetta snýst sambandi við hann. Amen. Þannig að eyðimörkin teygir okkur yfir mannleg mörk og svo förum við yfir Jórdan eftir 40 ár, eins og Ísraelsmenn. 40 bara reynsla. Hvað í hjartaðinu? Ertu tilbúin að halda orð Guðs? Ertu tilbúin til þess að velja Guð? Og þegar þið fóru yfir Jórdan, sem mynd upp á auðmýkt, og láta sinn vilja niður, deyja sínum mannlega vilja og leyfa Guð að starfa. Amen. Og þeir voru ekkert margir eftir að þessum kynslóð sem byrjaði í upphafi, en það voru þeir sem að hlýddu og treystu orðum Guðs, eins og Kaleb og Jósúa og Píneas og Elíasar. Þeir áttu auðmýkt, hjörtu sem varðveittu orð Guðs. Núna tíminn til þess að velja. Það sérstakur náðatími í dag til þess að velja Guð. Og það tími til að velja. Og það tími til að taka Jerikó niður í hlíðni og ganga út á orð Guðs. Vegna þess að Jerikó mynd upp á bænina. Fyrsti staðurinn sem þið tóku var Jerikó. Jerikó þýðir góð ilmur. Mynd upp á bænina og þeir tóku hana niður og það akkurat það sem að Guð að kalla okkur í dag. Og hann segir við okkur, það sérstök náð að leita minn í dag.
nú vitjunartími, nú opinn himinn, en við þurfum að gera eitthvað í því. Og óttinn í okkur að fara að fasta og fara að biðja og fara að leita Guðs, náðin kemur þegar þú stígur fyrsta skrefið. Þá mun opnast leið og vegur. Amen. Og það er það sem að Drottinn að hvetja okkur í dag. Halleluja. Taka skref, velja. Nú þurfum að velja djúpt. Þannig að heilagur andi er alltaf að benda á upphafi Jesú Krist. Og hann er í raun og veru besti brúðkaupsskipuleggjandi alheimsins. Hann er að skipuleggja flottasta brúðkaup sögunar. Brúðkaup lamsins. Halleluja. Dísi Guði. Og við sjáum hvað hann er að gera. Að hann er alltaf að benda á Jesú Krist. En trúræknisandinn, hann vill enga breytingar. Hann vill halda öll í sama horfinu. Og hann vill bara gera þetta eins og við gert þetta. Og við þurfum ekki að biðja svo mikið, skilur við. En við verðum að biðja. Og Guð er að kalla bænina inn í kirkjun aftur. Guð er að kalla bænina inn í kirkjun aftur. Vegna þess að þar fá olíuna. Halleluja. Við verðum að fara að kaupa olíu. Þessa miðnættur olíu. Svo við eigum hann að klára þegar á miðnætti verður hrópað og blásið í lúðurinn. Brúðguminn er að koma. Hafið eld á lömpunum. Og þá er olía. Halleluja, vegna þess að við höfum keypt hana í nærveru Guðs. Halleluja. Allar vakningar og þessar byltingar hafa byrjað með bæn og föstu. Og bara fyrir 2000 árum, þá voru þeir í lofstofunni. Og þeir vissi ekki hvernig þetta fyrra regn myndi vera. Þegar tungutali kom og heilagur andi fyllti. Og þeir vissu það ekki, en þeir biðu eftir því. Halleluja. Og síðan þegar vakningin í Wales í Englandi í 1904 þegar hún byrjaði ekkert með bara allt í einu, skilur við. Og það var bara allt í einu, Það var ungur maður, Evan Roberts, sem var að biðja 3 mánuði, hverri nóttu frá 1 til 5, 4 tíma, í bænaneyð. Það leit ekkert vel út. Í 3 mánuði bað hann. Og hvað gerðist? Halleluja. Það komu nokkri fleiri, ungir, allt ungt fólk og fór að biðja með honum. Halleluja. Og þegar Evan Roberts var á samkomu og hann var að gráta og hann var í bænaneyð, þá voru hörðustu karlmenn sem voru á samkomunni, þeir byrjuðu að gráta og brotna niður og iðrast. Vegna þess að það snerti þá. Halleluja. Og afleiðingin var að þessari vakningu 100.000 manns frelsuðust 1904 í Wales. Og síðan fóru þeir að biðja og tengjast í Los Angeles og biðja fyrir Azusa sem var 1906. Og þeir voru sendið, til dæmis bænahermaðurinn Frank Bartleman var alltaf að senda skilaboð til Evan Roberts, biðja fyrir okkur hérna. Og svo senduðu skilaboð sín á milli og voru að hvetja hvern annan. Evan Roberts er náttúrulega eitthvað sem menn þekkja sem leiddi vakningunni í Wales, en Frank Bartleman er menn kannski sem þekki ekki vegna þess að hann var á baku í vakninguna í Azusa. Hann var bæna. Og hvernig bað hann? Hann var í bænaneyð, marga nætur. Einu sinni bað hann í 24 klukkutíma vegna þess að andinn var á honum í 24 klukkutíma. Og á samkomu þegar hann fór í bænaneyð, þá kom stundum öldungar svona, þetta er ekki nógu gott, þú bara ert eins og kona að fæða barn. Þetta lítur ekki nógu vel út, drengur minn. Hvernig lítur þetta út? Haha. Þetta var eins og jóðsótt, kona í jóðsótt. Þetta er að fæðast eitthvað fram. Amen. Dísi Guði. Og þegar hann kemur fram og hann leiddi þessa vakningu í raun og veru í Azusa, hann William Seymour, þá var þetta ekki glæsilegu maður. Hann var svartur eineyður. Og þú getur ekki sagt að hann verið fallegu maður, skilur við.
en hann var fullur af eldi Guðs og hann var fullur af ásetningi að berjast í gegn. Halleluja. Og hvernig byrjaði þetta þar? Þetta byrjaði ekki bara puff með látum. Þetta var smá byrjun. Þetta var barátta, þetta var ófullkomið. Þau vissi ekki hvernig þetta átti að vera nákvæmlega. Þau höfðu engin hljóðfæri og þau voru ekki með neitt pall. Hvernig fóruð að þessu? Engin hljóðfæri. Þau voru ekki með neitt prógram. Ekki neitt. Þau sungu stundum eitthvað þau voru ekki með salmabókin sinni. Þau sungu stundum eitthvað bara svona blóðið. En þau báðu aðalega. Og William Seymour átti skókassa sem hann stakk hausnum inn í og bað. Vegna þess að hann var að biðja í gegn og ekki láta trufla mig. Ég er bara hérna, ég og Guð. Og síðan þegar andinn féll, þá stóð ykkur upp og predikaði bara í eldinum. Og það var aldrei kallað fram til fyrirbænar. Og ég ætla ekki að gera það á eftir. Það verður ekkert fyrirbæna trúræknisrugl. Í alvöru talað, það er bara, það er bara, fólk kom bara fram og bara bað að fyrirgefa sér. Og stundum lá fólk eins og bara væri bara skói sem hefur verið felldur bara hægri vinstri. Bara eins og Dominos eða hvað það er. Þannig að það var bara eldur Guðs. Og það byrjaði með því að 2 konur byrja að tala í tungum. Ekki meira? Og síðan bara byrjaði þetta, þau héldu áfram. Og eldurinn fór að glæðast. Og eldurinn fór að glæðast. Og þetta voru bara örfáar sálir til að byrja með. Bara eins og nokkra sálir. En síðan fór að dragast að þessu frá allstaðar frá Bandaríkjunum. Fólk úr öðrum kirkjum fór að koma. Og með þess að pastorarnir komu á eftir fólkinu sem fór í kirkjuna í Azusa. Komið aftur. Ég ætla að breytast. Ég ætla að reyna að hafa þetta, þú veist, frelsi. Í alvöru talað. Og síðan kom fólk frá öðrum þjóðum, kom og fylltist að heilugum andi og eldi. Og það fór með þetta út. Og það var, fyrir ofan salinn var lítið herbyggi. Og það var kallað biðstofan. Og þar mátti ekki tala einu sinni. Og þetta var heilagur staður, farið úr skónum. Og þar fór fólk inn og bað, þangað það fylltist heilugum anda. Þau vissu ekkert hvað þau voru að gera í raun og voru. Þetta var mjög ófullkomið. En eldurinn, og hann fór út. Halleluja. Og þetta er bara orðið sögulegt í dag. En nú er að koma annað regn. Þetta síðar regn er að koma og það hefur aldrei komið áður og við vitum ekki hvernig það lítur út. Þannig að ég ætla ekki að reyna að hugsa það og segja ykkur það hvernig það getur litið út. Halleluja. Þannig að markmiðið er alltaf skýrt hjá heilugum anda þegar hann kemur úthellingu. Alltaf. Og það er að víkka út tjaldtala Guðsríkisins. Það er helgun og það er hreinsun og draga fólkin í Guðsríki. Það er alltaf þetta sama. Halleluja. Dísi Guði. Nú misti ég tíman, en ok, það er allt í lagi. Halleluja. Við erum að vera búin. Til þess að eldurinn geti sest, þá þarf hann hreina stað. Og til þess að vera hrein, þá þurfum við blóð lamsins. Ekki láta það ræna ykkur. Að það sé ekki þörf á því að iðrast. Og ef þú finnur ekki tilfinninguna fyrir því að þú þurfur að snúa þér og þú sér bara í góðum málum, biðtu Guð að sýna þér það. Biðtu Guð að opinbera það. Hvað þú þarft að gera. Halleluja. Í Jóel 3, 1 og 2. 1. og 2. vers. Síðar mun ég úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar á dætur munu spá, gamalmenni yðar munu dreyma. Ungmenni yðar frá vitranir. Jafnvel yfir þræla og ambáttir mun ég úthella anda mínum á þeim dögum. Og þetta þekkjum við. Þetta rættist í Postulasögunni 2. Þetta lesum við og þetta þráum við. En ertu til í að kaupa það sem að þarf til þess að eignast þetta?
Ertu tilbúin að vera, halleluja, í Jóel 2 til þess að fá þetta? Ástandi okkar í Jóel 1. Það búið að ræna okkur orðinu, það búið að ræna okkur blóðinu, það búið að ræna okkur smurningu heilasanda, það búið að taka frá okkur það sem gleði og fögnuður í húsi Guðs. Það á að vera gleði og fögnuður í húsi Guðs. Það búið að ræna þessu og það var í Jóel 1. En Jóel 2 segir okkur hvernig við fáum Jóel 3. Og það bara snúa sig við. Að koma upp á staðinn og iðrast. Að ákalla blóðið yfir sig, fasta og biðja og gráta og kveina og vera eins og Jósef kona á samkomum. Og ég segi, ef við erum ekki eins og Jósef kona á samkomum, þá erum við fráfallin bara. Og við þurfum bara að, við þurfum að bara biðja Guð, gefa okkur hennar eld. Að við séum bara slitið með rótum upp úr þessu jarneska. Við erum svo holdleg, við erum svo jarnesk. Að við förum inn í þetta himneska og við förum upp í hásættisal Guðs. Halleluja. Upp í 3. heiminn. Halleluja. Dísi Guði. Þegar spádómurinn Jóel rættist í Postulasögunni 2, þá spurðu menn, þegar fyrra regnið féll, hvað þetta? Við höfum aldrei séð þetta áður, hvað þetta? Þeir eru eins og drukknir og þeir tala tungum. Halleluja. Þannig að þetta það sem býður okkar. Það verður spurt þegar síðari regnið fellur, hvað að gerast? Hvað að gerast í Smárakirkju? Hvað að gerast í kirkjónum á Íslandi? Hvað að gerast í kirkjónum allan heim? Halleluja. Og það mun draga fólk að. Halleluja. Vegna þess að á endatímanum þá verður engi svör. Á endatímanum þá hefur fólk ekkit traust. Það verður allt skekið. Það getur ekki flúin einstaðar. Og þá skiptir máli að eiga athvarf og traust á Guð. Halleluja. Dísi Guði. Þannig að, og hvað að versta sem gerist á endatímanum? Jú, þú deyrið, jú. Og þá ferðu inn í eilífa lífið. Frábært. Halleluja. Þannig að heilagur andi, hann hefur þetta hlutverk að hjálpa okkur að vaksa. Hann hefur þetta hlutverk að fylla okkur að dýr sinni frá dýr til dýrðar. Og hann hefur þetta hlutverk að kremja okkur og leiða okkur inn í eyðimörkina og út úr eyðimörkinni. Halleluja. Og bara til þess að við fáum þessa miðnætur olíu og við klæðumst þessum brúðaklæðum. Halleluja. Stundum segjum við, ég bara hef ekki tíma til að biðja. Vá, við áttum heldur að segja þetta, ég þrá að eiga tíma til að biðja í heilugum anda og eignast þessu olíu. Forgangsröðum. Guðs ríki fyrst. Svo við missum ekki af þeim blessunum sem Guð hefur fyrir okkur. Halleluja. Og bara að Drottinn byrja að verka í okkur þetta á nýjan hátt. Þannig að við verðum með heilugum anda. Þessi sem stendur á endatímanum. Kom þú, Drottinn Jesús. Kom þú, Drottinn Jesús. Kom þú. Amen. Komdu, Drottinn. Ég bara þráu þú komir. Halleluja. Húrabahæja, ég vil vera skínandi lampi, bara logandi frammi fyrir þér, Drottinn. Og ég þrá að þú komir. Og við förum að hrópa þetta út. Amen. Þannig að Drottinn bara bless ykkur. Gef ykkur ná til þess að sjá að olían skiptir okkur máli. Halleluja. Dísi Guði. Dísi Guði. Amen. Við ætlum að ljúka þessari stund og ég bara þori ekki að bjóða neinum fram. Bara þori því ekki. En mér langar að segja eitt svona að lokum við það sem hann hefur verið að tala, hann Kolbeinn. Kirkjan á Íslandi og ekki bara á Íslandi heldur allan heim búin að vera á freskivellinum. Það ýmislegt búið að breytast bara á síðustu 2 árum sem að gera það verkum að við erum að færast inn í eitthvað alveg nýtt. Guð hefur verið að losa hismið frá kjarnanum. Og við erum að leyfa honum að gera það. Það er svo mikið blessun fólkin í því að leyfa honum bara taka það burt sem ekki á heima. Og mættu við öll vera þessi fórn og altari Guðs. En við skulum að lokum
syngja saman. Og þau ætla að leiða okkur hérna í stutta lofgjörð, þar sem við beinum sjónum okkar að honum í Jesú nafni. Ætíð geymdu mig, gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þig, yndi mitt þú Þú drottinn minn,
nærri mér, komdu hingað, vertu nærri mér í dag, halleluja, heilagur Jesús, halleluja, heilagur drottinn, vertu nærri mér, halleluja, hann vill að þú segir það þannig að þú komir hingað, hann kemur ekki og ræðstir, hann kemur á fyrir þú segir, vertu nærri mér, hann segir, vertu nærri mér, komdu og segir þetta við mig og ég vil koma, hann að bíða eftir að við segjum það því hann ryðst ekki inn, hann að bíða eftir að þú segir, komdu drottinn, komdu til mín, vertu nærri, ég hef ekki verið fjarri, ég hef verið nálægt þér, ég hef verið að bíða eftir að þú sagðir, komdu inn, lyftu mér að lyfta þér upp, komdu til mín og segðu drottinn, vertu nærri, halleluja, heilagur Jesús. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.